fá að geta þess upphafi að eftir þessa hátíðarlegu messu og vígslu okkur boðið í móttöku biskups fyrir hótelinu hliðina á kirkjunni, þar sem Bogi Benediktsson æskulis fulltrúi mististjóri. Játum syndir vorar og lifum í kærleik og sátt við alla menn. Ég játa fyrir þér, almáttugur Guð, skaparinn og hugsanari, að ég margvíslega syndgað í hugsunum, orðum og gjörðum. Fyrirgef mér samviskunnar þínar og leið mig til eilífs til dýrðar nafni þínu. Almáttugur Guð, fyrirgefið yfir alla syndir, hann styrki yfir og leiði til eilífs lífs. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Amen. Friður Drottins sé með yður og með þínu anda. Drottinn sé með yður og með þínu anda. Ég skul biðja, almáttug eilífur, við þakkum þér kærleika þinn að þú hefur gefið okkur son til Jesú Krist og lífið í honum. Við biðjum þig að gefa oss trúa og einlæga vígða þjóna orðsins og styrkja þá með heilugum anda þínum, svo að þeir boði hjálpræði þig og beri þig vitni, börnum þínu til blessunar og þínu heilaga nafni til loks og dýrðar, fyrir son til Jesú Krist, Drottinn vor, sem með þinn lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannum Guðum aldir anda. Amen. Guðspjallamanni. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðar erindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. En Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstum hann, því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína: Uppskeran mikil, en verkamennir fáir. Biðjið því Drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Í dag verða vígðar til prestsembættis að hætti postulana með bæn og yfirlagningu handa Kanteól Guðlaug Helga Guðlaugsdóttir,
sem ráðinn hefur verið prestur í Lágafallsprestakalli í Kjalarnesprófastsdæmi, og Kanteól Steinunn Anna Baldvinsdóttir, sem ráðinn hefur verið prestur í Seljaprestakalli í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra. Í dag verða við til djáknaembættis djáknakandidat Bergþóra Ragnarsdóttir, sem ráðinn hefur verið djákni í Skálholtsprestakalli, og djáknakandidat Ívar Valbergsson, sem ráðinn hefur verið djákni í Keflavíkurprestakalli Kjalarnesprófastsdæmi. Biðjum samhuga fyrir þeim, sem nú skulu vígðir til þjónustu Guðs orðs og til kærleiksþjónustu í kirkju hans. Eilífi Guð og Faðir, sem í syni þínum Jesú Kristi hefur boðað öllum mönnum líf og sáluhjálp og kallar kirkju þína til þess að flytja þann fagnaðar boðskap. Við lofum þig fyrir þá náð þína og biðjum þig að vaka yfir orði þínu í trúfesti þinni, fyrirgef okkur og miskunna við bregðumst þér og tak ekki þinn heilaga anda frá okkur. Við biðjum þig að upplýsa, styrkja og leiða þau sem nú skulu vígð til helgrar þjónustu, að þau verði trúir ráðsmenn yfir leyndardómum náðar þinnar og af líð þeirra verði þér til vitnisburðar og vegsendar. Styrk alla þjóna orðs þíns og sakramenta og öll verkfæri líknar þinnar og lát kirkju þína vaksa í náð og þekkingu á drottni vorum og frelsara Jesú Kristi. Fyrir heilagan anda þinn. Amen. Nei
Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesúm Kristi. Jesús segir við konuna, en sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbiðjendur munu tilbiðja Föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbiðjanda. Guð er andi og þeir sem tilbiðja hann eiga tilbiðja í anda og sannleika. Konan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngera okkur allt og Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þig tala. Amen. Í dag talar hann við okkur. Það er hann. Hann er andi og hann er sannleikur og hann er þekking. Talar ekki aðeins til okkar á hátíðinni, heldur á þessari hátíðlegu stund þegar að 2 prestar og 2 djáknar gangast undir vígslu. Hún er helgun til þjónustu sem er engri lík í þessari veröld. Haninn og vindurinn sem blæs. Ég ætla að fjalla um það. Það er setning sem kemur upp í huga mér út frá guðspjalli annars hvítasunnudags. Guð leitar tilbiðjanda sem snúast til hans og benda á hann. Við getum ekki snúist eftir því hvernig á okkur blæs eins og maðurinn sem vissi ekki hvernig á hann stóð veðrið. Varúðin og hvað við segjum og hvenær við segjum það og við hverja segjum við það er atriði sem hægt er að hugleiða núna. Tölum við eitthvað í hallargarðinum þar sem allir sitja og eða standa í kringum varðeldin og allir heyra hvað sagt er. Eitthvað sem átti kannski ekki að bera á torg. Sjáu Pétur. Við skulum ekki hætta að læra og þótt við bættum okkur ekki öðru í þekkingu en því að aðgát skal höfð í nærveru sálar, þá værum við næstum því með háskólapróf í nærgætni. En nú er krafturinn ótrúlegur í hvítasunninni. Hugleiðum það. Gleðin er mögnuð að því að hún hefur meiri áhrif á aðra en margt annað. Ég heyrði rifjað upp þegar að samtökin 78 og aðrir aðstandendur gleðigönguna voru að leggja þetta niður fyrir sig í byrjun hverslags ganga þetta ætti að vera. Niðurstaðan var sú að best væri barist fyrir mannréttindum með afli gleðinar. Það varð frá byrjun andinn í göngunni. Og þar með urðu áhrifin víðtækari en nokkru öðru markmiði hefði verið stillt upp við enda vegarins. En göngum við. Gleðin er öflug og breytir tilveru mannsins mest af öllum tilfinningum sem breiðast út á meðal fólks. Þetta er eitthvað skárra en þegar ég vígðist á Hólum og var settur inn í prestakallið í Vesturhópi. Þá fékk ég textan það Jesús grét yfir Jerúsalem. Jesús grét sem sé þegar ég var settur inn í embættið. Löngu seinna skildi ég nú gamla prestin vel sem þakkaði söfnuðinum fyrir árin með þeim í sorg og gleði. Það fannst það skrítið fyrst, sorg og gleði. Við getum þurft að rannsaka okkar eigin ótta og angist til að þvora að fara með öðrum í ótta þeirra sem við ætlum að skilja og hugsanlega að styðja. En þegar ég kvaddi Hvammstanga og Vestur-Húnavatnssýslu 9 árum síðar, þá var Jesús aftur farinn að gráta yfir Jerúsalem, sami textinn. Það gerist víst aftur og aftur með landið helga og það er ekkert grín. Það var undarlega broslegt samt fyrir þau sem þekktu mig að sjá mig glíma við grátin í predikun. Í hvalstöðinni í gamla daga kölluðu japönsku hvalskurðarmeistararnir mig The Smiling Priest. Ég nú reynt að vinna í þessu, en fyrir vikið, af því að það hefur ekki gengið nógu vel að hætta að brosa, að þá finn ég ennþá til. Það væri það besta veganesti sem ég geti gefið nýjum prestum. Daginn var ég að svara spurningum gamla pressins frá Kent á Englandi eldgosin á Reykjanesi
og mörg fleiri eldgos væntaleg og hann horfði á mig og sagði svo: Þú bókstaflega situr á risastórri sprengju með þessari þjóðinni og þú brosir út af eyrum þegar þú ert að segja mér það. Ég ætla sko að segja frá þessu þegar ég kem heim, sagði hann. Við erum hamingjusamasta þjóð í heimi, svo ég bætti því við að við værum nú yfirleitt alltaf glöð að hafa ekki farið með í gosinu í þetta sinn. Eða erum við bara svona stolt af einstöku landi og þjóð? Við erum glöð fyrst við höfum bjargast allt í þessu stórhættulega landi. Af hverju ættum við að gráta yfir því að við lifum? Við finnum gleðina aftur og aftur meðan við eigum þetta saman. Best að eiga sorg og gleði með öðrum og núna fáum við að heyra að við erum lifandi í andanum. Hann er ekki einhvers staðar frá og ekki knúinn af einhverri vindmyllu eða skamma stund, heldur er hann í okkur sjálfum og fyllir allt með gleði. Kristur hefur dælt andanum í okkur eins og hleðslu á bíl. Sumir hafa fengið hann í hraðhleðslu en aðrir yfir nótt og vakna bara við þann veruleika að þeir hafi verið fylltir heilugum anda. Sumir eru fylltir andanum en vita ekkert hvaðan þeim kemur þessi kraftur í lífinu. Það dýrlega við þetta samtal samviskukonunnar við Jesú, sem ég byrjaði á, er að hún á erfitt með að vera hér og nú með honum og fer að tala að Messías komi einhvern tímann. Þar með missti hún næstum því af því að hann sat þarna fyrir framan hana ljóslifandi. En hann dregur hana inn í þessa stund og nálægð og tilfinningu og innsæi þess að vera hér og nú. Ekkert er betra en ná því að losna undan því að fara alltaf að tala það sem hvorki er hér né hér á þessum tíma andartakinu sem við erum að taka inn með því að anda. Eitthvað sem var eða verður en ekki nákvæmlega það sem er. Þess vegna ætti að segja í messunni eins og segir í Opinberunarbókinni: hann sem var, verða mun og hann sem er. Enda á áherslunni á að vera hér og nú, með Jesú. Þetta var hér eitt stuttur kafli það hvernig vígð manneskja getur verið hjálpleg öðrum, að vera öðrum. Tökum gluggan hennar Gerðar hér til fyrirmyndar í dag. Við trúum á æðra ljós Drottins sem er það stærsta sem lýsir í þessum heimi okkar. Ljósin að ofan er ætlað að lýsa í gegnum verk og orð og hugsun svo fólk sjái góðu verkin og heyri góða boðun í orði og verki og það verði til þess að það lofar Guð. Látum ljós Krists skína í gegnum okkur eins og gluggarnir gera. Þess vegna er þetta abstrakt til að draga úr dýrkun persónunnar en táknin tákna allan þann guðlega anda sem við höfum núna verið fyllt með í dag. Í sögunni af fyrstu hvítasunnu stofni í kirkjunar í heiminum fylltist húsið anda Guðs. Var fyrst arðsúgur ofar tindum, kom svo til okkar og fyllir húsið æ síðan fyrir okkur öll saman. Það er varla að tungan megi sér hræra, sem er dálítið skondið í ljósi þess að flestir hugsa flæðandi tungutalið þegar að hvítasunnu ber á góma. Frá vitnisburði þessara hátíðar, sem er ein af 3 hæstum hátíðum kristni í heiminum, barst þessi arðsúgur og yfir alla tinda jarðar. Í upphafi aðdynjandi sterkviðri en núna sterkur andi í okkur öllum. Andinn sem við áköllum á allri tungu. Fylli þessi andi ykkur núna kæru vígslu þegar sem og okkur hinn. Þá er stundin dýrmætari ef héðan berst hinn postulega vindorka heilags anda, hreyfla afl til allra góðra verka. Guð fylgi ykkur í boðun kærleiksverkum og allri þjónustu. 2 prestar og 2 djáknar. 2 og 2 voru þið sendir í upphafi út frá viðburði hvítasunnu til að boða fagnaðar erindi með þessum krafti sem þau gerðu. 2 og 2 vinnum við saman og göngum samsíða, öxl í öxl og örugg. Við höfum nú slegið
og erum að fara að slá metið hér í Skálholti sem er allt frá 2. október 2011. Þá vígðust 1 prestur og 2 djáknar. Þótt talan 3 sé ein sú heilagasta eru 2 og 2 ein flottnasta tilvitnun í atburði hátíðarinnar sem við lifum. 4 voru líka guðspjallamennirnir. 2 voru á göngunni til Emmaus og þá slóst Jesús í för með þeim. Hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir er ég þar mitt á meðal. Hann er og hann er hér. Ég er hann sem við þið tala. Þá brennur líka hjartað í okkur og ekkert fær stöðvað gleðina. Hann er upprisinn og hann er að senda andan sinn yfir okkur og yfir handa yfirlagningu okkar á eftir. Hann er að leggja gleðina sína sem er hrein, sönn og öflug yfir vígsluna. Það er latneska tónbænin hér á undan. Það er hann að gera aldir alda, ætíð. Ekkert stöðvar framrás kærleika hans. Svo fyrir það sé Guði dýrð Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Við rísum nú á fætur og förum saman með postulega trúarjátningu.
Í Matteusar Guðspjalli 28. kapitúla stendur skrifað: En lærisveinarnir 11 fóru til Galileu, til fjallsins sem Jesús hafði stefnt þeim til. Það sáu þeir hann og veittu honum lotningu, en sumir voru í vafa. Og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Í Jóhannesar Guðspjalli 15. kapitúla segir Jesús Kristur: Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínvirkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann vistnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig, verið stöðug í elsku minni. Páll postuli skrifar í síðara bréfi sínu til Tímóteusar: Fyrir augliti Guðs og Krists Jesú, sem dæma mun lifendur og dauða, heiti ég á þig með endurkomu hans og ríki fyrir augum, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávíta og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að kynja sögum. En ver þú algáður í öllu, þol illt, ger verk fagnaðar boða, fullna þjónustu þína. Páll postuli ritar í síðara bréfi sínu til Korintumanna, 5. kapitúla: Kærleiki Krists knýr oss, því að við höfum ályktað svo, ef einn er dáinn fyrir alla, þá eru þeir allir dánir. Og hann er dáinn fyrir alla til þess að þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér heldur honum, sem fyrir þá er dáinn og upprisinn. Þannig metum við héðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt við höfum þekkt Krist að mannlegum hætti, þekkjum við hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá nýtt er orðið til. Allt er frá Guði, sem sætti oss við sig fyrir Krist og gaf oss þjónustu sáttagjörðarinnar. Við erum því erindrekar Krist, eins og það væri Guð
sem ámyndi þegar við áminnum. Við byggjum í Krist stað, látið sættast við Guð. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna, til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Helga Guðlaugsdóttir og Steinunn Anna Baldursdóttir. Þið hafið heyrt áminningar og fyrirheit Drottins og postula hans. Nú brýni ég alvarlega fyrir að predika Guðs orð hreint og ómengað eins og það er að finna í þessum spámannlegu og postulegu ritum og samkvæmt vitnisburði okkar evangelisku lúthersku kirkju í játningum hennar. Að veita hinn heilugu sakramenti sem Kristur hefur fyrirmælt með lotningu, að uppfræða með kostgæfni, æskulíði og söfnuð ykkar allan í heilugum sannindum kristinnar trúar, leiðbeina, hvetja og styrkja með ástúð og alvöru einslega og opinberlega, vaka yfir sálarheill þeirra sem ykkur trúar fyrir, styðja lítilmagna og hjálpa bágstöddum. Ég áminni ykkur að rannsaka ritningarnar og íhuga leyndardóma trúarinnar í bæn og auðmýkt og vera sannleikanum trúar í kærleika og minnist þess jafnan að ykkur ber að vera öðrum til fyrirmyndar og styrktar í sannri trú og grandvöru líðandi. Guði til lofs og til dýrðar. Í umboði heilagra kirkju spyr ég ykkur í Jesú nafni, lofið þið mér af einlægu hjarta að gera þetta eftir því sem Guð gefur ykkur náð til. Þá gefið mér og þessum vottum hönd ykkar því til staðfestingar. Helga Guðlaugsdóttir, ég afhendi þér hið heilaga prest og predikunarembætti að predika Guðs orð til iðrunar, afturhvarfs og hjálpræðis, að veita heilu sakramenti skírnar og kvöldmáltíðir, að hlýða skriftum og boða í Jesú nafni fyrirgefningu syndanna í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Biðjum, almáttugir Guð og Faðir, sem fyrir munn Sonar þíns hefur kennt oss að biðja verkamenn til uppskýru þinni. Við biðjum þig að gefa kirkju þinni trúa þjóna eftir vilja þínu. Ég þjóni þínum, prestinum, séra Guðlaugu Helgu Guðlaugsdóttur, heilagan anda, að hún verði trú og sannur verkamaður á akri þín. Veit henni náð, láta hana styrkjast í samfélaginu við þig og í krafti máttarlegs. Helga hana í þínum sannleika, svo að hún í verki og orði vitni hjálpræði þitt til í frelsara okkar, Jesú Kristi og verksami hans heilaga nafn.
trúars og hjálpræðis, að veita heilög sakramenti skírnar og kvöldmáltíðar, að hlýða skriftum og boða í Jesú nafni fyrirgefningu syndanna, í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við byggjum almáttugir Guð og Faðir sem fyrir munn sonar þíns hefur kennt oss að biðja verkamenn til uppskýrðinnar. Við byggjum þig að gefa kirkjunni trú að þjóna eftir vilja þín. Gef þjóni þínum, prestinum, séra Steinunni Önnu Baldvinsdóttur, heilagan anda, að hún verði trú og sannur verkamaður á bakri þín. Veit henni náð, láta hana styrkjast í samfélaginu við þig og í krafti máttarins. Helga hana í þínum sannleika, svo hún í verki og orði vitni hjálpræði þig í frelsara vorum Jesú Kristi og verksami hans heilaga nafn. Söfnuður situr áfram undir vígslu lestrónum, en við heyrum núna orð Drottins og postula hans við jafna vígsluna. Pétur postuli skrifar í fyrra bréfi sínu, 4. kapitúla: Sérhvert ykkar hefur fengið náðargáfu. Notið þær og þjónið hvert öðru eins og góðir ráðsmenn margvíslegar náðargáfu Guðs. Sá sem talar flytji Guðs orð, sá sem þjónar sýni að Guð gefi máttinn til þess. Verði svo Guð vegsamaður í öllum hlutum fyrir Jesú Krist. Hans er dýrðin, mátturinn aldir alda. Páll postuli skrifar í fyrra bréfi sínu til Kórinthumanna, 13. kapitúla: Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóm og ætti alla þekkingu, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, hann er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en sanngleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, ber allt. Í Markúsar guðspjalli 10. kapitúla er ritað: En Jesús kallaði þá til sín og mælti: Þið vitið að þeir sem að teljast ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal ykkar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar þjónn ykkar. Og sá vill fremstur vera meðal ykkar, sé allra þræll. Því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. Í Lúkasar guðspjalli 12. kapitúla er ritað: Verið vel tíjaðir og látið ljósið að loga og verið líkir þjónum bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi og þeir geti lokið upp fyrir honum og leið og hann kemur og knýr dyra. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndinn finnur vakandi hann kemur.
Bergþóra Ragnarsdóttir og Ívar Valbergsson. Þið hafið nú heyrt boð og fyrirheit Guðs í orði sínum. Þau skulu vera einhver leiðarljós. Þið nú takist á hendur þá þjónustu sem þið hafi verið kölluð til í Skálholtsprestakalli í Suður-Prófastsdæmi og í Keflavíkurprestakalli í Kjalarnessprófastsdæmi. Brýni ég alvarlega fyrir ykkur að rækja þá þjónustu af trúnaði við kenningu og skipan kirkjuvorra samkvæmt því vígslu bréfi ykkur hefur verið sett, leitast í auðmýkt og heilum huga við að feta í fótspor Krists og hvetja aðra með orðum og eftirdæmi til þess að fylgja honum. Kappkosta að verða öðrum til hjálpar, styðja veika, styrkja einstæðinga, benda ungum og öldnum á lífsins veg, þjóna í kærleika og ástundu það eitt að frelsarinn Jesús megi vegsamlegu verða fyrir líf ykkar og þjónustu. Lofið þið mér fyrir augliti alls vitandi Guðs að gera þetta eftir því sem Guð gefur ykkur náð til. Já. Jafnana sem hlýjast. Rauðri stólu og stólan tákn fyrir okið sem við berum og drögum eins og buxarnir fóru fyrir aktíum sínum. En minnist þess sem að Jesaja segir þetta ok mitt rétt. Bergþóra Ragnarsdóttir, ég fer þér á hendur þá þjónustu sem Guð hefur kallað þig til og þú hefur játast undir í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Biðjum almáttugir Guð, Faðir Drottins og Jesús Krist sem hefur kallað Bergþóru Ragnarsdóttur til þess að þjóna söfnuði þínum. Við biðjum þig, veit henni heilagan anda þinn svo hún verður staðföst í helgu áformi, styrk og heil í heilagri trú, vaxi að visku og náð og verði verkfæri blessunar þinnar, sækir Jesú Krist, frelsara oss og drottins. Ráð þú drottin í öllu sem áformum, óskum og gjörum, svo að allt verði þar í þér hafið, framið og fullnað, og vér sækir viskunar þinnar, lifum þér til dýrðar og öðrumst að ná þinni eilíft líf. Fyrir Jesú Krist, drottin. Amen. Ívar Valbergsson, ég fer þér á hendur þá þjónustu sem Guð hefur kallað þig til og þú hefur játast undir í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við biðjum almáttugir Guð, Faðir Drottins og Jesú Krist sem hefur kallað Ívar Valbergsson til þess að þjóna söfnuði þínum. Við biðjum þig, veit honum heilagan anda þinn svo að hann verði staðfastur í helgu áformi, styrkur og heill í heilari trú, vaxi að visku og náð og verði verkfæri blessunar þinnar. Sækir Jesú Krist, frelsara oss og drottins, ráð þú drottin í öllu sem áformum, óskum og gjörum, svo allt verði það í þér hafið, framið og fullnað og vér sækir miskunnar þinnar, lifum þér til dýrðar og öðrumst að ná þinni eilíft líf. Fyrir Jesú Krist, drottin. Amen. Skulum öll byrja og þið takið undir og takið þátt í bæninu með okkur bæn drottins, allir hér í því. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni,
heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við segjum af öllu hjarta við því Amen. Þú færð undir. Amen. Amen í Jesú nafni. Amen.
sem stýrir öllum hlutum á himni og á jörðu, heyr bænir vorar. Veit söfnuðu vorum allt það sem hann þarfnast, styrk og fullkomna hina trúu, vitja og líkna þeim sjúku, blessa og vernda börnin, snú vantrúuðum til þín, milda hörð hjörtu, vegan bara lausa, hjálpa hinum föllnu að ná aftur fótfestu, endurreist þá sem eyðrast, fjarlæg allt sem reynir að hindra framgang sannleika þíns og hjálpa oss öllum að hafa eitt hjarta og eina sál í kirkju þinni til dýrðar nafni þínu. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Amen. Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Lyftum hjartum vorum til himins. Gerðum þau til drottins. Látum oss þakka drottni Guði vorum. Sannlega það maglegt og réttvíst, skyldugt og mjög hjálpsamlegt, að við alla tíma og í öllum stöðum lofum þig og þökkum þér. Þú heilagi drottinn, almáttigi Faðir og eilífur Guð, fyrir Jesúm Kristum vor drottinn, hann sem ljómi þinnar dýrðar og ímynd þinnar veru, fyrir hvern þú hefur heimana gjört, og allt ber með orðið síns máttar. Hann hið sanna páskalamb, sem fyrir oss var á krossinum fórnfært, og hefur burt tekið allar heimsins syndir. Hann hefur með sínum dauða vor dauða sigrað, og með sinni upprissu lífið endurnýjað, og þess vegna með englunum og höfuðenglunum, með tignunum og drottinn völdunum, ásamt með öllum himneskum hirðsveitum, syngjum vér lofsönginn þinnar dýrðar, óaflátanlega segjandi. Himnarnir og jörðin
því líkami og blóð svona þíns eftir heilögu boði hans. Og á þeirri nóttu sem hann var svikinn, tók hann brauðið, gjörði þér þakkir og braut það og gaf sínum lærisveinum og sagði: Takið og etið, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gjörið þetta í mína minni. Og sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikin. Gjörði þér þakkir, gaf þeim hann og sagði: Drekkið allir hér af, þetta er kaleikur hins nýja sáttmála í mínu blóði sem fyrir yður er útdelt til fyrirgefningar synda. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minni. Fyrir Drottinn vor Jesú Krist, með honum og í honum sé þér, almáttugi Faðir, í einingu heilags anda, heiður og dýrð í heilagri kirkju þinni aldir alda. Amen. Sem burt ber heim sinn
Jésús Kristurinn, krossfestu og uppristi Drottinn vor og frelsari, varveiti oss í samfélagi við sig, í lifandi von til eilífs lífs. Hans náð og friður sé með oss öllum. Amen. Þökkum þér himneski Faðir að þú hefur mett á oss þessari hjálpsamlegu gjöf. Við biðjum þig að þú á miskunn þinni láta hana verða til að styrkja trú vor á þig og gera oss brennandi í kærleikanum hvert til annars. Fyrir son þinn Jesú Krist, Drottinn vor, sem með þig lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Þökkum Drottni og vegsumum hann. Drottni sé vegsemd og þakkar gjörð. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sín augliti yfir þig og gefi þér frið.